Daginn og velkomin í Silfur Egils. Við fáum hérna seinni þáttinn Jón Baldvin Hannibalsson í smáspjall. Við heyrum í þeim Graham Massey og Stuart Dixon sem eru höfundar Vatnsmýrar tillögunnar sem vann hér í keppninni núna fyrir nokkrum dögum. Við heyrum í Andrési Magnússyni, ekki þessum Andrési Magnússyni sem allir þekkja úr sjónvarpi, heldur Andrési Magnússyni lækni sem hefur skrifað greinar vaxtamál sem hafa vakið svo mjög mikla athygli. Ég kom niður á kaffivagnin á Granda og þá sat heill hópur mann og var að lesa grein eftir Andrés og svo var þessu gaukað af mér í svona rifrildi, þannig að þetta er svona maður sem hefur sett hlutina fram á þann hátt að fólk skilur hvað er verið að fjalla um. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Kristjáni Þór Júlíussyni, bæjarstjóra til langs tíma í mörgum bæjum út landið, Dalvík og Ísafirði og Akureyri og núna alþingismanni, fyrsta þingmanni Norðurlands, er það ekki rétt? Norðausturlands. Norðausturlands, já. Við ekki fara að stækka það meira heldur en þörf á. Guðfríður Lilju Grétarsdóttur sem er varaþingmaður forseti Skáksambandsins, Benedikt Sigurðarsyni frá Akureyri og Grími Atlasyni, bæjarstjóra í Bolungarvík. Ég held að við verðum nú að taka aðeins smá skrens á þessum borgarmálum. Það er verið að kunngera það núna í fréttum, ég sá það líka á DFF-vefnum, að það væri komin einhver lending í þessu. Lendingin væri svo að Vilhjálmur sæti áfram sem oddviti en samt ætti að velja borgarstjóra efni eða borgarstjóran síðar með einhverjum hætti í prófkjöru einhvern veginn. Hvernig laust finnst þér þetta, Benedikt? Þetta hljómar nú eins og að það sé verið að bíða með að leysa málið og þar að segja að vera alls ekki að fást við málið eins og það er, og ég held að þetta getið dregið mjög erfiða stöðu á langinn og ég held að þetta hljóta að verða þeim erfitt. En mér finnst þetta eiginlega endurspegla það er þetta ósamkomulag, þessi tegund af flokkadráttum eða klíkustjórnmálum eins og ég stundum kalla það, þar sem að menn mynda fyrst og fremst bandalög hver gegn öðrum, en ekki málefni og ekki það að ná niðurstöðu sem er þá flokknum og þeim málefnum sem hann stendur fyrir til framdráttar. Já, þetta snúist bara um einstaklinga og... Mér sýnist það. Já, Grímur. Valdastöðu. Ég tek algjörlega undir þetta og þetta er þvílíkt Dallas eins og maður kannski getur tekið orða. Þetta er svona jafn langdreið og leiðinlegt og Dallas og Dynasty og hvað þetta heitir nú allt. Þetta er alveg með hreinum ólíkindum að Reykjavíkurborg að við skulum sitja hérna. Hvað er margir mánuðir síðan þetta byrjaði? Þessi kokteil sem að þjóðinni boðið upp á í rauninni skilar engu nema leiðindum og sárindum og annað. Og ég veit ekki, þetta er engin lending, mér finnst það fyrst og fremst undirstrika að menn get ekki tekið að skarið. Menn get ekki undir því að það er kona þarna sem í rauninni var næst í röðinni. Þannig horfir þetta við öllum og hún fær ekki í rauninni stólinn sem hún ætti að fá. Heldur bara að fara menn aðra leið og ætla að finna einhvern annan til að ganga fram hjá. Mér fannst svolítið eins og núna í vikunni að menn væru komnir á þá línu að Hanna Birna myndi taka við. Það kom þessi skoðun, það var nú greinilega skipulagt dæmi að koma með skoðanakönnun og hún einhvern veginn var þarna í sviðsljósinu. En svo er eins og menn hafi risið upp gegn því, jafnvel á 2 stöðum í borgarstjórnarflokknum og núna er allt í hennu upp í allt önnur staði. Ég meina eins og ég segi, hef ég verið spurður álits á þriðjudaginn eða miðvikudaginn, þá hef ég sagt Hanna Birna tekur við bara og þetta er bara, og Vilhjálmur fer frá. Hvað segir þú um þetta, minn kæri Kristján? Minn kæri Egill, það sem ég segi um þetta, það hefði nú orðið ólíkt dapurlegri í mörgum spjallþáttunum ef að staðið hefði ekki verið uppi, númer 1. Og mér heyrist menn halda umræðinu líka áfram gangandi í þá vera að þetta eru mikla spekúlasjónir um það hvað sé að gerast þarna inni og það er alveg rétt að það eru átök greinilega í borgarstjórnarflokknum og ég hef sagt það sjálfur á opinberu vettvangi þessir 15 einstaklingar sem að náðu kjöri sem aðalmenn í borgarstjórn Reykjavíkur og þá er ég ekki að undanskilja sjálfstæðismennina 7 sem náðu kjöri. Allir 15 borgarfulltrúarnir bera ábyrgð á þessari stöðu með einhverjum hætti sem upp er. Sjálfstæðismenn bera sjálfsögðu mestu ábyrgðin á þeirri stöðu sem upp er núna í þessum meirihluta. En ég hef sagt að þessir 15 einstaklingar sem skipa borgarstjórnina og tek undir með Benedikt í því að þetta eru miklu meiri átakastjórnmál hér í borginni eftir myndun fyrsta meirihlutans eftir síðustu kosningar heldur en ástæða er til í höfuðborg Íslands. Men þú ert gamall bæjarstjóri og gamall er ekki nema 5. Já, þú veist að þetta snýst náttúrulega allt um traust þegar menn eru að stjórna svona sveitarfélög. Þetta er mikið návígi Alveg hárrétt. Ég hef aldrei myndað meirihluta sem hefur verið þannig samsettur að hann hvíla á einu manni ef ég kemst hjá því og ég hef aldrei lent í þeirri stöðu. Ég myndaði á
ásamt mínum félögum í bæjarstjórn Akureyrar eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar, meirihluta Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, sem voru höfuð andstæðu pólarnir í bæjarpólitíkinni kjörtímabilið þar á undan. Sá meirihluti gengur vel. Finnst þér að Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn eigi að starfa saman? Ég ætla ekki að ég get alveg séð það fyrir mér, en það sem ég að benda á það að menn í borgarstjórn eða borgarfulltrúarnir 15 mynduðu ekki þann sterkasta meirihluta eftir kosningar sem hægt var að mynda af einhverjum ástæðum. Það það sem ég að benda á. En hefur ekki áhyggjur að þetta sé að skaða Sjálfstæðisflokki? Jú, vissulega, ef maður horfir nú á síðustu skoðanakönnun sem að birtast núna, þá hún ekkert að skaða flokkinn beint, en öll svona umræða erfið fyrir hvaða flokk svo sem gengur þar í gegn, en ég bendi á það að höfuðatriði í því að leysa þetta, að finna einhverja niðurstöðu, hlýtur að liggja hjá borgarstjórnarflokknum sjálfur, ekki út í bæ hjá mér eða öðrum. En á Vilhjálmur að sitja áfram? Það ákvörðun sem borgarstjórnarflokkurinn verður að taka sjálfur. Ég hef ekkert umboð og vil ekki taka fram fyrir hendurnar og ég treysti Vilhjálmur til allra góðra verka. Ég langar reynslu að vinna með þessum einstakling á vettvangi sveitarstjórnarmála. En hann virðist bara vera rúin trausti, það sem vandinn. Við sjáum bara hvað borgarstjórnarflokkurinn gerir í því. Lilja, hvernig horfir þetta við þér? Sko, það sem mér finnst í rauninni mikilvægast í þessu og mest afhjúpandi hvað þetta segir Sjálfstæðisflokkinn. Nú þetta valdamesti flokkur landsins og stærsti, en sjáu hvað hann í rauninni lítill og veikur. Hérna erum við búin að horfa upp á þetta dögum og vikum og mánuðum saman, fullkomið getuleysi til að taka á málum. Við erum endalaust að fá misvísandi fréttur hvað sé að gerast eða hvað sé ekki að gerast. Sko, möguleikarnir rauninni bara tveir. Ef að fólk ætlar að láta þetta snúast persónur, sem að hinn undirliggjandi stóra spurning að sjálfsögðu málefninu sem ræðir og hvort að fólk ætla að halda áfram á þeim brautum. En ef þetta á að snúast einstaklinga eins og Vilhjálm, þá eru tveir kostir í stöðunni. Annaðhvort lítur flokkurinn svo á og forystuan og hans samstarfsfólk að hann hafi sannað sitt óhæfi, hann sé ekki hæfur. Eða þá að lítur svo á að honum sé treystandi. Þá bara gefin út afstaða í þeim efnum, annaðhvort standi við með honum eða ekki. Í staðinn verið að tala út úr sig og helst hlaupi við fjellur og Sjálfstæðisflokkurinn núna, öll hans orka að fara inn á við í logandi illdeilur og elda og það einmitt á tíma þegar samfélagið þarf hvað mest á því að halda. Að allir reynir nú að standa saman því að það grafalvarleg mál uppi í íslensku samfélagi. En á meðan stærst og valdamesti flokkurinn að leysast upp í innri tæringu. Þetta bara rangt hjá þau Guðfríður að svo sé það mikill friður í Sjálfstæðisflokknum á landsvísu. Það er óeining innan borgarstjórnarflokksins klárlega. Ég dreg enga fjöður yfir það, en það ræður ekki kúrsinum í landsmálum. Það er mikil eining í Sjálfstæðisflokknum á landsvísu. Það er mikil eining í stjórnarsamstarfi, þannig að ég skil ekki þær áhyggjur sem að þú hefur af þessari stöðu. Ég get hins vegar alveg skilið það að þér þykir vænt Sjálfstæðisflokkinn eins og mér þykir vænt Vinstri græna, en það er allt í fínasta lagi með þetta. Því verður ekki neitað samt sem áður Kristján og þetta dregur mjög úr krafti Sjálfstæðisflokksins þar sem að öflugasta maskína hans auðvitað til langstíma í Reykjavík. Og ég hef nú verið þeirra skoðunar að við sem að tilheyrum öðrum flokkum og merkjum okkur öðruvísi, við ættum að gleðjast hóflega yfir þessu ástandi í Sjálfstæðisflokknum og ég tek sjálfur sér undir það sem að Guðfríður Lilja að segja að þetta bitnar í sjálfur sér á pólitíkinni í landinu öllu, það bitnar á fjölmiðlun í landinu öllu og bara það sem við erum að ræða núna, það að mínum mati algjörlega óeðlilegt að þetta mál hafi dregist og það sé enn meira og minna aðalatriði í umfjöllum fjölmiðlana og við önnur mál komast ekki upp á borðið svona til úrlausnar. Sko til dæmis, það einmitt þetta, þegar maður lesi hann og svo verið að reyna í Morgunblaðinu, helgi eftir helgi að reisa við einhverju sjálfstæðismenn og þeirra styrk þeirra og þeir séu nú hæfir til að stjórna þessum. Við erum að horfa upp á það, við skulum horfa þess á bankakerfið.
Við skulum horfa á efnahagsmálin, við skulum horfa á hvernig aflabresturinn tröllríður okkur og við erum öll að lenda í vandræði með það. Mjög athyglisvert sem Víglundur skrifaði grein í Morgunblaðið í gær sem að svona vekur mann til umhugsunar. Þetta eru svona 3., 4. fréttir alla daga meðan við horfum upp á það að Össur sé að blogga eitthvað einhvern í borgarstjórninni og það sé höfuðmálið í dag. Dag eftir dag. En ég verð að segja það, mér finnst alltilega að horfa á þetta þannig og ég ætla ekki að það er ekki út af því ég vil auðvitað þessi svona svolítið friður í þessum stjórnmálum og vill engum illt en það er alveg ljóst að Geir Haarde á við það er mikill vandi fyrir höndum og það er greinlegt að flokkurinn er ekki alveg að föstum tökum eins og hann var. Það er ekki búið að taka hann þessum... Hann hefur náttúrulega bara annan stíl, sko. Hann er annan stíl. Greinlega að kalla eftir þessum svokalluðu Davíðs tökum á flokknum. Það, verður engin annar slíkur foringi. Ég held hins vegar, ég má aðeins bæta við þetta sem Grímur að segja, að ég hef þá tilfinningu að þessi umræða sé miklu meiri í þeim fasa sem að þú ert að nefna, svona á yfirborðinu, en tökin sem hún hefur á undirliggjandi þáttum í starfi stjórnmálaflokka sé ekkert slíkt sem að menn vilja vera láta. Þetta er samt sko, þetta er eitthvað sem verður að taka, það verður að fara að taka af skarið. Að sjálfsögðu, ég er innilega sammála því. Þeir voru að kalla eftir í 2 þingmennu síðustu helgi, Illugi Gunnarsson og Bjarni Benediktsson, og báðir að segja það verður að taka af skarið. Ég er innilega sammála. Bara og slúta þessu. Þetta endurspeglar samt sem áður með ákveðnum hætti þessi átakastjórnmál sem að Kristján Þór var að nefna hér, að það er búið að vera meira af þeim aftur, svona fyrstu dagar ríkisstjórnarinnar fóru á hólega stað. Það má kannski líka segja að stjórnarandstaðan var í þeim sárum eftir síðustu kosningar og að hún var ekki tilbúin til að hjóla í menn. En ég held að við séum akkurat í þeim stellingum núna, við þurfum á því að halda að menn komi miklu frekar saman að því að leysa máli. Eins og Grímur var að segja, við skulum fara út í þetta. Við erum að sjá aflabrest, við erum að sjá loðnuveiðar, það er beinlínis bara hætt við að veiða loðnu. Við erum að sjá hlutabréfamarkað sem hrynur, við erum að sjá húsnæðismarkað sem virðist núna vera svona við það að það er komið bara algjört stopp. Við erum að sjá bankana að þeir eru að fá hræðilega vondar einkunnir í útlöndum og það ég vil tala að þeir séu sko standi fallandi fæti. Það er allstaðar að hringja viðvörunarbjöllur. Já, og þetta eru mál af þeirri stærðargráðu að við höfum ekki efni á því að fljúgast á heimavelli þegar svona lítur út og ég held að maður líka segja að aðilar vinnumarkaðarins sem að nú hafa samið með hóflegum friði með takmarkari þátttöku ríkisvaldsins þeir hafa með ákveðnum hætti búið til umgjörð þar sem hægt er að tefla mönnum svolítið saman til þess að vinna í málunum. Og ég held að stjórnmálamenn megi undir engum kringumstæðum gleyma sér í sínum eigin áflogum stjórnarandstaðan við það að benda eða hvað segja hjóla í einhvert ástand sem ekki er eins og mér finnst til dæmis pínlítið að hafa komið fram hjá ágætum vinstri grænum í sinni ályktun. Þeir ályktuðu gegn tillögum sem ekki er á borðinu. Það er að segja hugmyndum með einkavæðingu sem að virðast vera á sálinni á þeim sem að eru alls ekkert á borðinu til úrvinnslu. Hvorki í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar né heldur í beinum tillögum. Þannig að ég held að við þurfum svolítið að ná okkur niður. Ég er reyndar aðeins að koma að bregðast í þessu vegna þess að við erum að standa frammi fyrir því. Ég er sammála því. Það eru grafalvarlegir tímar og fólk þarf að leggja sig allt fram með að standa svolítið saman. Standa saman hvað? Jú, innviði samfélagsins, að treysta innviði okkar samfélags. Hvað er Sjálfstæðisflokkurinn að gera með aðstoð Samfylkingarinnar? Hann er að færa sig átt til einkavæðingar. Það er sama hvaða nöfnum þetta er nefnt. Hvort það er útvistun, eða einkarekstur, eða úthýsun. Spurjiði læknarítarana á Landspítalanum hvort að þeim finnist ekki vera nein einkavæðing í gangi. Hvað var verið að gera hérna í gömlu heilsuverndarstöðina? Jú, hún er hann heilsuverndarstöðin EHF. Sko, komugjöld hafa hækkað og hækkað. Það er sama hvernig fólk reynir að setja á þetta grímur ef við lítum til annarra landa það hvernig nákvæmlega einkavæðing hefur þróast og hvernig hún hefur átt sér stað. Það eru þetta akkurat skrefin, þau eins og trúboðar, frjálshyggjunnar og einkavæðingarna sögðu þetta á sínum tíma. Þeir sögðu
Fólk þarf að venjast tilhugsuninni. Þetta er rosaleg bylting, þess vegna þarf að taka þetta í skrefum. Það eru 10 boðar hérna í einkavæðingu og þetta er eitt af þeim. Þannig að við verðum að horfa á bakvið leiktjöldin. Já, nú ertu að einfalda hlutina allt og mikið og það er það sem er hluti af vandamálinu okkar í þessari orðræðu. Einkavæðing og ríkisrekstur eru ekki bara til sem 2 algerlega skýrir og aðskildir pólar í opinberum kerfum. Við höfum algjörlega mist af því hér á Íslandi að við venja okkur við sjálfstæðan rekstur opinbera stofnana sem eru reknar fyrir opinbert fé en með sjálfstæðum rekstrarskilmálum. Við höfum ekki nýtt okkur getu og kraft sjálfseignarstofnana sem eru reknar án ágóðasjónarmiða. Við höfum ekki nýtt okkur það að fá sjálfstæða aðila sem að stofna til skóla og heilbrigðisstofnana og annarar þjónustu á stefnuforsendum. Það er að segja, hér eru til dæmis ekki stefnuskóla. Við höfum SFA, við höfum Ísaskóla. Þetta er bara algjört verksmann. Hérna Milli þeirra? Já, það er nú ágætt að við fengjum aðeins að koma inn í þessu. Mér finnst stundum þegar við erum í þeirri stöðu sem samfélagið er í dag að við tölum eins og allt sé í klessu og það sem sá árangur sem íslensk þjóð hefur náð á síðustu árum skiptir ekki nokkur máli. Ætlar einhver að mæla því gegn að þetta samfélag okkar hafi tekið bara stökkbreytingum á síðustu 10 árum. Við erum hér með alveg sama á hvaða mælikvarða það er lagt, dundur þjóðfélag. Við erum að klárlega sjá fram á þrengingar á þeirri stöðu. Og ég tel alveg tvímælalaust við þau ský sem að þar er á lofti þá eigum við að horfa til allra átta. Ekki detta bara inn í það að ríkisforsjáðun sé bjargráða allra bjargráða. Það er bara langur vegur frá að það sé unnt að stilla málum þannig. En hvað eigum við að gera? Það sem við eigum að gera er bara að vinna með sama hætti eins og við höfum hingað til gert af þokkalegri skynsemi og sæmilegu viti og ég bendi bara á það við höfum margþætta reynslu núna í samfélaginu sem við höfum ekki fyrir 10 árum til þess að takast á við þá stöðu sem uppi er. Tvímælalaust, alveg sama hvar á það er litið. Grímur? En sko, það verður samt að benda á það að þessi staða hún er alvarleg og mér finnst það er svo sorglegt einhvern veginn á Íslandi. Og því ég ætti að fara að segja, ég sé mesti Evrópusinni allra tíma eða neitt slíkt. Mér finnst það bara svo ótrúlegt að maðurinn sem stóð í rauninni kom í veg fyrir það yrði tekin í ríkisstjórn til umræðu Evrópusambandið, hann stjórnar Seðlabankanum. Og Sjálfstæðisflokkurinn er ennþá að stöðva það að þetta verið tekið til umræðu. Og þeir vilja býta síðan að skila skýrslu. Já, skýrslan, en hvar erum við stödd? En hvar erum við stödd? Hvert förum við? Núna lendum við í hremmingum og það sem er svo vont við þetta. Nú koma þeir upp og segja innan 2 ára þá verðum við, það er að koma sjálfstæðisþingmenn og tala um það. Við erum að fara að breyta, krónan verður að fá sinn tíma til að jafna sig. En nærum því. Mér finnst það svo vont að við sitjum alltaf í þeirri stöðu að við sem að bregðast við einhverju sem að er bara að gerast núna. Það er aldrei hægt að sjá hvað gerist eftir ár eða 2 eða 10 ár. Við erum alltaf í deginum í dag og vandanum sem við erum til dæmis með sko krónan, það gæti nú farið einfaldlega þannig fyrir krónuna undir þess að byrjar eitthvað vaxtalækkunarferli að þá súnkar krónan 20-30%. Getið ímyndað ykkur verðbólguna sem kemur hér á þessu landi og því hvernig hún komur í bakið á kosturinn Egill sem þú hefur í stöðunni er sá ætlar að þrengja það að atvinnulífinu hérna með þessu stýrivaxtadæmi að þetta stöðust allt öll hjól atvinnulífsins. Ég meina hvaða kostur er þá í stöðunni? Bara fjölda atvinnulífsum alltaf. Ég vil frekar taka á okkur og tel okkur vinna betur á því einhverju verðbólguskoti heldur en fjölda atvinnulífsum alltaf. En vandamálið er hins vegar að þetta er, sko, við erum búin að ganga inn hvert þenslustig á tímabil á fætur öðrum og það eru köldu hagsvæðin sem eru alltaf að borga brúsann. Fólki sem býr fyrir vestan, norðaustan, þetta er fólki sem er að borga brúsann eina ferðina. Og síðan kemur hugmyndin, við skulum fá þá álver í Helguvík eða Bakka eða eitthvað. Það er alltaf verið að setja eitthvað svona patent í gang. Þetta er svo furðuleg hagfræði, furðuleg efnahagsstjórnun. Og talandi miðstýringu, svo ég fá hana aðeins að komast hérna aftur að líka. Hvar eru hinnar stóru sovjesku miðstýrðu lausnir í íslensku samfélagi? Jú, þær eru einmitt í Kárahnjúkavirkjunum og álverunum og olíuhreinsunarstöðvunum. Og ég ætla ekki enn eina ferðina að sitja undir því að vegna þess að vilja einmitt ekki að gróðaöflin taki yfir velferðarkerfið okkar,
heilbrigðisþjónustuna og menntamálin, að þá sé maður hérna gamall ríkisforsjár miðstýrðar púki. Það ekki þannig. Ég mjög fylgjandi sjálfseignarstofnunum sem einmitt ekki reknar í ágóðasjónarmiðum, heldur á grundvelli hugsjóna betra samfélag. Ég fylgjandi fjölbreytileika innan menntakerfisins og sjálfstæðri eininga. Þetta miðstýrða menntakerfi sem við búum við, hverjir hafa verið við völd í menntamálaráðuneytinu? Miðstýring snýst nefnilega ekki bara það hvort eitthvað sé einkavætt eða ríkisvætt, það snýst það hvernig ríkið sjálft byggir upp sína þjónustu innan síns geira. Það snúast málið mikið. Það er rétt og þannig að þrásetta sjálfstæðisflokksins í menntamálaráðuneytinu ætti að vera okkur áhyggjuefni og skýrsla OECD núna frá síðustu sem var verið að samanburðurinn á menntun vinnuaflsins hlutur sem við höfum ástæðu til þess að horfa á og ég vil að við taka undir það sem Kristján segir að við höfum möguleika til þess að gera ýmsa hluti en við höfum líka slugsað með ákveðnum hætti. Það eru þetta algjörlega óþolandi að við sitjum í þeirri stöðu árið 2008 að yngstu kynslóðir á vinnumarkaði skuli ekki vera jafn mikið betur menntaðar eins og eldri kynslóðir eins og tíðkast í nágrannalöndunum. Þar segja að þar höfum við ekki verið að standa okkur og við eigum þar að leiðandi minni möguleika, við eigum færri möguleika og minni möguleika, Kristján, til þess að takast á við þessi áföll af því. Mér langar að fara mér langar að spyrja hvað við eigum að gera í þessum efnahagsþrengingum sem að sannarlega eru hérna og ég veit að til dæmis þeir finna fyrir því út á landi mjög harkalega að finna þeir fyrir til dæmis aflabresti og slíku. Erum við komin á þann stað að við þurfum og eigum að fara í stórar framkvæmdir, stóriði framkvæmdir og halda strikinu með virkjanaframkvæmdir með álver í Helguvík, Bakka og svo þetta talað þessu olíuhreinsunarstöð fyrir velja. Ég held að við sitjum í þeirri stöðu að við þurfum að gera eitthvað til skamstíma sem kann að vera þetta sem að þú nefnir eitthvað af því. En ég held að eitthvað af því, ég veit ekki nákvæmlega hvað það ætti að vera. En ég held hins vegar að það sé gríðarlega mikilvægt að við horfum í kringum okkur og lærum af reynslu Íra og Finna og fleiri þjóða sem að virkilega voru í krísu fyrir 12-15 ára síðan og settu stefnuna samfara Evrópusambandsaðild á algjöra umbreytingu á þekkingarstigi og atvinnulífi í sínum löndum. Það þekkt success saga Nokia í kringum fjárfestingu í þeirra þróunar og þekkingar umgjörð. Við sjáum algjöra allt öðruvísi byggðamönstur vera að þróast á Írlandi heldur en hér á Íslandi þar sem að fólksfjölgun og innflutningur menntaðs fólks að dreifa sér ekki bara á einn stað eða einhverja 2-3 heldur allstaðar í kringum þéttbýlisstaðina þar sem eru þekkingarsetur og háskólastarfsemi. En þú segir samt að í hinni stuttu tímasveiflu þurfum við þurfum að handa, við erum í þeirri stöðu. Ert þú sammála því, Kristján? Já, ef við horfum bara á þetta mjög kalt eins og þetta blasir við okkur. Við erum að ganga í gegnum 30% niðurskurð í þorskaflaheimildum. Það búið að stöðva núna tímabundi vonandi loðnuveiðar. Við erum að horfa á mikla kostnaðarhækkanir í olíu og öðrum aðföngum útgerðar fiskvinnslu, landbúnaðarverð og aðföng til þeirra að hækka. Við erum með lausafjárkreppu í fjármálageiranum. Þannig að allstaðar eru þessi merki uppi. Ef við ætlum að komast út úr þessu dæmi, horfa hér til þessa umræðu á kjarasamninga við opinbera starfsmenn sem eru framundan. En það var rætt mikið bætt launakjör kennara og uppeldisstétta, annara en kennara. Hvar ætlum við að fá fjármuni til þess í þessari stöðu? Hvernig ætlum við að gera? Hvar á þessi verðmæta sköpun í samfélaginu að fara fram sem á að standa undir bættum kjörum ýmissa hópa sem í þjónustu og starfi hjá hinu opinbera? Einhvers það verður þú... Og hvert þitt svar? Mitt svar í því að sjálfsögðu við að greiða fyrir allri fjárfestingu einstaklinga og fyrirtækja sem sækist eftir því að koma sér fyrir í landinu, alveg tvímælalaust. Þar erum við að sjá hugmyndir álver í Helguvík, við erum að tala stórið á Bakka, ég bend á það í dag verið að vinna að uppbyggingu stórs fyrirtækis á Akureyri sem álþynnuverksmiðja, ítalskt fyrirtæki. En olíuhreinsunarstöðin? Ég þekki bara ekki nóg til þess dæmis, ég styð allar hugmyndir til uppbyggingar atvinnulífs á Vestfjörðum sem og í öllu landinu. Ég bara þekki ekki
innviði þess Ég ætla að rétta hér í bæjarstjórnum með Bolungarvík sem ekki svo langt frá hugsanlegri olíu. Já, ég ekki svo langt frá henni. Ég held sko að vandi liggi þarna einmitt sko. Við fyrir gegn svona leið og tímabilið búið, reyndar náttúrulega kreppa í sjálfu sér á mörkuðum erlendis, en leið og alltaf þessi þenslutímabilið búin, þá þurfum við að fara að finna eitthvað nýtt. Og eina sem okkur dettur í hugur álver og olíuhreinsunarstöðvar, jú, það var ekki verið dett. Við erum að tala hérna já, en ég er að segja það er það sem við höfum gert núna. Hvar þessi háskólauppbygging út alland? Hvað erum við að gera í því? Horfum á hvað búið að verja til háskólamenntunar í landi. Já, en það samt sem áður ekki nema brota því sem sett vildu, ég sammála því. Kíkjum á til dæmis Noreg. Hvernig hefur byggðastefna verið þar? Akkur risastór háskóli í Tromsø í Norður-Noregi. Þú veist, hvað hefur það skilað sér? Það eru rannsóknir sem sýna það að það sem að háskólinn byggður upp, það kemur meiri hagvöxtur heldur en það sem við farið í stórið. Ég held að Finnar og Írar hafa ekki verið að byggja álver út allar trissur. Það ekki það sem þið byggð á og við þurfum að fara að hugsa það þannig. En til að komast yfir stuttursveifluna núna? Ég myndi fara núna strax í það að auka stórlega. Við erum alltaf búin að benda á það í okkar tillögum að mótvægisaðgerðum með sveitafélögum, að leyfa sveitafélögunum að fara í sínar framkvæmdir. Til dæmis hvernig eiga Bolvíkingar eða Ísfirðingar eða Vestfirðingar að borga kennurum hærri laun þó að komi álver á Bakka eða álver í Helguvík. Það hefur alveg sýnt sig að þetta hefur ekki skilað sér. Þetta hefur ekki skilað sér á... Við hins vegar erum að keppa við aðra þjóðir, bara fá að skjóta sér inn í, hverjar eru okkar auðlindir? Það eru í sjó, það eru síðan á landi í endurnýjanlegum orkuauðlindum. Við erum að burðast við það að breyta þeim í verðmæti sem við getum selt erlendis og fengið fyrir það tekjunni í samfélagi, meðan að aðrar þjóðir að vinna olíu, gas, járn eða eitthvað annað. Já, en allstaðar þarf að verða einhver staðar framleiðsla sem stendur undir verðmætasköpuninni. Það er ekki smáræðis útflutningstekjur í rauninni af það sem er, það er greinilegt og menn líka alltaf fram hjá því, við erum 300.000 manna samfélag hérna og ég fullir það er ekki milljóna samfélag hérna einhvers staðar sikkorum megin við hafið sem hafa háskóla jafn marga og víða eins og þessi örþjóð hér norður í Ballarhafi eins og maður segir. Ég ekki minnur fjármálastarfsemi í Liechtenstein er stórkostlegur iðnaður, af hverju getur ekki menntun og Íslandi Við geldum reyndar að fjármálastarfsemi Já, það er bara eina af þessu Svo einhvern veginn bara hefðum við setið hérna fyrir hálfu ári þá hefðum við verið að tala um fjármála þetta væri bara Þetta er internetbólan 2000, það var fjármálabólan Hvernig eigum við að fara yfir þessa fara í gegnum þennan dal sem er framundan og hann gæti bara orðið ansi dökkur. Já, við vitum í það minnsta hvernig við eigum ekki að fara yfir hann. Við eigum ekki að gera eins og alkóhólistarnir, við erum nú mjög alkóhólisera menning, eða fíklarnir sem þurfa sitt fix þegar þenslu brjálæðið og fylliríinu lokið að fá bara nýjan skammt. Þetta er einmitt ástæðan fyrir því að ég fór út í stjórnmál vegna þess að ég lít svo á að ég hafi meiri metnað fyrir hönd íslensku þjóðarinnar og landsins okkar heldur en sovjaskar sjálfstæðisflokks álverslausnir. Mér finnst það grátlegt að við séum eftir allt sem var sagt í kosningabaráttunni og nota bene, við erum að tala um heiðarleika og heilindi stjórnmálum. Það vill nú svo til að það við erum svo heppinir í ríkisstjórn situr flokkur sem að lofaði því upp á sinn drengskap í stjórnmálum að ekki færi fram fleiri stóriði framkvæmdir núna á næstunni. Það yrði algjör stóriður í hlé. Ég treysti því að samstarfsflokkur Sjálfstæðisflokksins standi við þau orð vegna þess að það einmitt snúast heilandi og heiðarleiki stjórnmálum. Hvað eigum við að gera? Við eigum að byggja upp innviði samfélagsins. Það er velferðarsamfélagi, það er nefnilega ekki þannig, út á landi. Hvað er það sem gerir það æskilegt og eftirsóknarvert að búa út á landi? Það er að búa í góðu samfélagi. Þá þurfum við góða skóla fyrir börnin sem búa út á landi og fyrir foreldrana. Við þurfum góðar velferðarstofnanir. Við þurfum metnaðarfullar, einmitt háskólastofnanir og fleira til í þeim dúr. Eitt álver leysir ekki vandamál samfélagsins, það gerir það ekki og mér misbýðir líka, ég verð að fá að segja það, þegar Kristján Þór talar í hversu miklu dúndur samfélagi við lifum. Það er nú einu sinni þannig, eftir allt ykkar hól og hrós síðustu ára, þegar fjármálamarkaðir voru velviljaðir íslensku samfélagi, það er að segja á alþjóða vísu, gekk fjármálamarkuðum vel og þið fenguðu að hrós ykkur og reykja og háum hesti yfir því. Þrátt fyrir það og þrátt fyrir 300 milljarða króna fjárfestingu Kárahnjúkavirkjun, það var núna verið að semja það sem kallar eru tímamótasamningar og það sem að
ríkisstjórnin var neydd til að standa við brot af sínum kosningaloforðum. Hvað var verið að semja? Það var verið að semja hækkun lægstu launa upp á 138.000 krónur á mánuði. Það þetta sem við kallum dúndur samfélag? Og þetta sem að... En eru samt að segja að þessi kjarasamningar séu þannig að þeir séu of dýrir fyrir samfélagið? Ég veit ekki, Grímur að reka kassan í Bolunga, ég veit ekki hverju hann hefur efn. Ég segi sko málið er hverju hefur þú efn á í Bolunga? Ég hef ekki efn á því og við höfum ekki efn á því, við höfum náttúrulega bent á það. Þessi tekjuskipting er náttúrulega mjög furðuleg að við höfum og við höfum bent á það. Við fáum alltaf á okkur að við séum ekki að leggja neitt í samfélagsins sem við tökum bara út úr því. Þessi ræfla þetta fyrir vestan, en við höfum svo sannarlega í gegnum skatta og ég nú bent á það undanfarin ár. Það hefur verið mikið af fjármagnstekjuskatti runnið frá meðal annars Bolungarvík og þetta hefur runnið beint í ríkiskassan og við höfum ekki fengið þetta tilbaka. Og við, ég veit ekki, 0,5% hækkun til kennara, þó ég vilji hækka 100 eða 200%. Þú átt ekki fyrir því? Já, ekki fyrir því. Nei. Það var alveg sýnt, það er raunni helmingur sveitarfélaga í landinu er fallið. Peningarnir verða náttúrulega að koma einhvers staðar frá. Já, þú heyrðir það bara á þessari makalausu orðræðu frá henni Guðfríði Lilju hér áðan, að það er engar lausnir, leiðu mér að klára þetta Guðfríð, en það er að efla velferðarsamfélagið. Það er allir sammála það að leggja því hið besta til, sko, en einhvers staðar, hvað sem mönnum líkar að betur að verðum við að fá fjármuni til að standa undir þeim vexti. Og það sem ég að streitast að reyna að koma inn í umræðina hér og fá menn til þess að takast á það. Einhvers staðar verðum við að fá þessa sköpun verðmæta í samfélaginu til þess að geta staðið undir frekari úrbótum, ekki nema að það liggi þá fyrir tillögur það með hvaða hætti menn ætla að færa til í þeim sameiginlega kassa sem við eigum á milli málaflokka eða milli áherslur á milli stað. Og ég vil nefna það hérna vegna þess að það hefur oft verið sett samasemmerki á milli þeirra þenslu sem hefur verið í samfélaginu efnahagslega síðustu ár og sagt að það sé allt Kárahnjúkavirkjuninni að kenna eða þakka eftir hvernig menn horfa á. Þetta er argasta bull og þvæla. 100 milljarða verkefni sem virkjunin var er bara brot af þeirri sprengju sem varð á þessum markaði þegar Íslendingar komust í eitthvað alódýrasta fé á erlendum mörkuðum. Komust alltaf í ódýrasta lánsfé í veröldinni sem hafði verið til í nokkuð tíma. Það er ástæðan fyrir þessari sprengju. Og það sem alltaf enda með því að menn eru að borga hver öðrum 300 milljónir fyrir að byrja. Byrja í launum og sem betur fyrir sjáum við þó einhver merkjum það í fjármálageiranum núna að menn eru aðeins að taka til og þegar menn ætla að fara að þrengja að sér og taka aðeins til og þegar við nefnum þessi innbyrðis átök þá er fjármálageirinn ekkert undanskilinn í því. Hann réðst með offors hjá Jón Ásgeir fyrir svona óheppilega orðaða yfirlýsingu en innihaldið í henni var hárrétt. Þannig að það er engin bróðir hvers annars í þessum við. Nú þarf ég ætla að gera smá hlé á hérna bara stutt því að ég ætla að þakka þér kærlega fyrir komuna Grímur Atlason, bæjarstjóri á Bolungarvík og hérna við biðjum að heilsa vestur. Ég skila þig. Það er sjónvarpssamband. Já, hérna keyrðu varlega. Takk. Og Andrés Magnússon ætlar að koma hérna læknir. Andrés Magnússon er hérna læknir. Andrés, þú hefur, eins og ég sagði í kynningu þáttarins, þú hefur verið búsettur í Noregi, erst núna komin heim, þú hefur skrifað greinar í blöð vaxtamál sem hafa vakið mikla athygli og svona þungamiðin í þessu er svo að vextir séu, já, beinlega fáránlega háir hér á Íslandi og þetta sé mikil áþján að búa við þetta. Já, bara til þess að halda áfram það sem umræðan endaði á, þannig að það þarf að fara 100 ára aftur í tímann til þess að finna annað tímabil þar sem vextir voru jafn lágur eins og þeir hafa verið undanfarin 15 ár í heiminum. En þetta er einmitt á sama tíma og bankar eru einkavæddar á Íslandi og þó að það lækkar örlítið vextir á Íslandi á þessum tíma, ekki nema lítið brotið sem þeir lækka öðrum löndum og þá er því þakkað einkavæðingu bankana. En ég er býð í Noregi í 12 ár og er að borga þar kannski 4% af mínum húsnæðislánum, en svo kem ég heim til Íslands
og kaupa íbúð þá allt í einu að borga 12 eða 13%. Og ef maður skoðar síðustu 10 ár þá hefur það verið alveg konstant það bil 3-falt hærri vextir á Íslandi heldur en til dæmis í Noregi og ennþá lægri í Svíþjóð, bara sem sé í nágrannalöndum löndunum. Og þá má ekki gleyma því að íslensku bankarnir að fá lánað frá nákvæmlega sömu aðilum og erlendu bankarnir. Þannig að þeir ættu að geta lána okkur tilbaka á sömu kjörum. Og til dæmis eru íslenski bankar að kaupa banka, til dæmis í Noregi, og eru þar að lána út á 1/3 af því sem að lána okkur Íslendingum. Þannig að þetta orðið bara eins og gamla einokunin, að það sem sé Íslendingar sem að ráða, við getum bara veslað við Íslendinga, ekki erlendis, og við verðum að kaupa vöru sem 3-falt dýrari en aðrar þjóðir þurfa að gera. Og þetta réttlætt. Þetta réttlætt með því að stýrivextir svo háir á Íslandi. En hvað eiga bankamenn að gera þegar þeir geta fengið lán erlendis á 1-2% vöxtum, eins og þau gátu fyrir 1-2 árum síðan, eða taka lán frá Seðlabankanum með 14% vöxtum. Hvort heldur þið velji frekar að taka lán á 2% vöxtum erlendis frá eða frá Seðlabankanum á 14%. Þannig að stýrivextir Landsbankans eða stýrivextir Seðlabankans þeir ekkert annað heldur en að réttlæta geysilega háa húsnæðisvexti bankana. Og áhrifamáttur Seðlabankans í gegnum íslensku krónuna ekkert sérstaklega mikill vegna þess að meir en 80% af fjármálasviðum í landinu fer fram í erlendri mynt. Það bara við fátæklingarnir, við Íslendingarnir sem að óbreyttu launamenn sem erum að nota þennan gjaldmiðil fátækamannsins. En hvað finnst þér, hvað áhrif hefur þetta á almenning í landinu, það sem þú kallar fallna hermenn efnahagsundursins? Já, hinn óbreytta hermann efnahagsundursins. Það sem sé ákveðnir menn sem taka sér feitan sneið af þessari köku, en það gleymir stundum hinliðin á þessu að ungt fólk til dæmis, ég var að tala við mann bara fyrir 2 tímum síðan, sem kemst ekki í skóla af því að hann, eins og hann segir, benskubrek fór einhvers staðar yfir á korti eða tók lán sem mjög auðvelt að fá á Íslandi og þú bara, menn komast ekki út í því. Menn að borga og höfuðstóllinn lækkar ekki neitt. Og ég vil óska þess að í hvers skipti sem kemur viðtal við forstöðumenn greiningardeildanna eða aðra bankamenn sem eru mærðir mjög, eða hafa verið mjög mærðir í fjölmiðlum, að væri líka mynda bakhliðinni, það að segja fólki sem að kikna undan þessu. Þetta algjör óþarfi. Ef við varum með þessa greiðslubyrði sem á íslensku greiðslubyrði og varum að borga í erlenda banka, þá væru 2/3 hluti þeirra sem að borga núna skuldlausir. Allavega meir en helmingunum væri búin að klára lánin sín. Þannig að þetta algjör óþarfa skattur. Það auðvelt að reikna út hvað þetta mikið. Því að vaxtamunurinn hefur yfirleitt verið 10%. Núna á Íslandi sem sé það auðveldst að reikna með óverðtryggðu lánum Glitnis sem eru 15-16% og erlendis eru þetta 4-5-6% og þetta sami munur hefur verið öll þessi ár, það eru 10%. Og húsnæðisskuldir landsmanna, ef því sem ég fæ gefið upp hjá Seðlabankanum, eru það bil 1000 milljarðar. Og 10% vaxtamunur eru, sem sé 10% af 1000 milljarðar, það sé 100 milljarðir, sem okkar aukakostnaður fyrir að versla við íslenska banka. Síðan borgum við líka alls konar kostnað af vaxtavöxtum, af neysluskuldum og verslunin þarf líka að bera þessa vexti og við borgum dýrari þjónustugjöld og svo framvegis. Þannig að það má gróflega tvöfalda þessa tölu. Þannig að hverju ári erum við að missa það bil 200 milljarði til bankana sem þeir fá sem ókeypis startkapital og þetta er mjög geysilega há tala og ef við reiknum með þessu 100.000 fjölskyldur í landinu að þá erum að tala allavega 1 milljón að ráðstöfunartekjur fólks á hverju ári sem fyrir hreinan óþarfa bara vegna þess að við viljum versla við íslenska banka en ekki erlenda. Fyrst og fremst út af þess gengisáhættu. Ef þú tekur lán í erlendri mynt þá getur þú vaknað þegar einn morgun að gengið fallið 10-20% og þú hefur tapað, ég sem sé að þú tekur 10 milljónir í húsnæðislán. Þú ert búin að tapa kannski 1-2 milljónum á nokkrum vikum meðan gengið að síga þetta 10-20%. En þú segir einhvers staðar að ef annars staðar í heiminum þá myndu ríkisstjórnin sitja á stöðugum neyðarfundum yfir svona ástandi. Stýrivextir upp á 14,5% eins og búið að vera lengi á Íslandi. Það er neyðarúrræði í flestum löndum. Það er meiri sér 10% stýrivextir taldir algjört neyðarúrræði og bara þegar sem sé yfirvofandi eitthvað stórslys.
En þetta sem sé viðvarandi ástand í Íslandi. Enda hef ég ekki trúað því að þetta sé alvörunni gengi á krónunni. Ég þori ekki að taka erlend lán vegna þess að genginu er haldið upp af sko, stýrivöxtum sem aðra þjóðir ekki skilja. Og þetta er nú eitt sem sé kostnaður okkar við þessa háu vexti. Síðan kemur annar kostnaður. Það er nefnilega ef maður lítur á tölur frá Seðlabankanum á þessi tímabili frá því að útrásin hófst, þá sem sé nettó eignastaða, ekki skuldir, heldur nettó eignastaðan það bil mínus 150 milljarðir. Nettó eignastaða þjóðarinnar? Þjóðarinnar, já. Skuldir og eignir í útlöndum og skuldir og eignir sem sé útlendinga á Íslandi. Já. Hún var 150 milljarðir fyrir 1995, í dag hún 1500 milljarðir. Og þá spurningin, það gerir á fjölskyldu cirka 15 milljónir. Hver borgar bankarnir fara á hausinn? Og ég búinn að skrifa Seðlabankanum nokkrum sinnum, ég fæ ekki svör, en það allavega á hreinu að einhverju leyti eru skuldir bankana, þær eru ríkistryggðar. Þannig að einhverju leyti mun þessu verið velt yfir okkur. Þessum rosalegum gróða sem þeir hafa verið að taka sér, það endar sem sé á mínu borði. En sko, þú setur náttúrulega miklar spurningar í skrifið sem þú sendir mér og það verður gaman að hefur ekki birst en þá. Þú setur miklar spurningar það hvort að þessi íslensku viðskiptamenn eru jafn snjallir og þeir eru, að þeir hafa ekkert verið að ávaxta sitt pundin sérstaklega vel í útlöndum. Sko, þetta það sem kallar að kissa vöndin. Mér finnst svolítið sárt að þeir eru að leggja með svona háar álögur. Svo þeir eru líka lesum við blöðunum að þeir séu rosalega snjallir. Og ef maður les bara tölur frá Seðlabankanum, ef maður les skýrslu frá Seðlabankanum, þar stendur svart á hvítu að íslenski viðskiptamenn, þeir hafa ekki verið að standa sér nógu vel erlendis. Skuldirnar hækka hraðar heldur en gróði. Vextirnir á skuldunum eru meiri heldur en tekjurnar á eignunum. Og til dæmis í Bretlandi þá neikvæði viðskiptahalli, en vegna þess að viðskiptamenn þar geta hafa góða ávöxtun af sínum erlendu fjárfestingum, að þá nettó eignastaðan óbreytt. Þetta er akkúrat öfugt á Íslandi. Eignastaðan er bara vond í útlöndum? Sko, eignastaðan versnar miklu hraðar heldur en viðskiptahallinn. Og ég get, ef þú skoðar grunntölur Seðlabankans, það er aldrei nein merkis að við nokkuð hafa verið nokkur útrás. Þannig að nettó eignastað alltaf verri. Og Ísland er langskuldsettasta landið í heiminum. Þannig að útrásin er bara einhver þjóðsaga? Sko, útrásin er orður sem er búið til að gylla þessa starfsemi. Það er nú annað mál, en það hefur verið spilað rosa mikið á þjóðerniskennd í þessari útrás. Við erum bak við strákan okkar, þetta er okkar lið og við stöndum með þeim og þetta er útrás, þetta er glæsta, þetta er efnahagsævintýri, þetta er efnahagsundur. Þetta hefur aldrei séð stað í hagtölum frá Seðlabankanum. Staðan nettó eignastað útlönd hefur alltaf farið versnandi og hríðversnandi og Ísland er langskuldsettasta landið í heiminum, allavega á hinu vestræna heimi. Til dæmis er talið mikið ógnun við efnahag heimsins svakalega neikvæða eignastaða Bandaríkjanna. Hún er 35% í mínus. Við erum 200% af vergri landsframleiðslu. En á meðan geta bankarnir blokkað okkur svona eins og þeir gera? Já. En auðvitað vill maður standa við sína banka en eins og í stríði með sína menn. Þeir eru bara búin að lemja svo okkur sjálfum, búin að lemja á þjóðinni sinni að maður erfitt að baka á upp. Það er náttúrulega eins og þú segir einhvers staðar sko að Íslendingar eru að streða fram á 11 ára við að greiða lánin sín, meðan fólk er löngu búið að klára það í útlöndum. Þetta eru mikla pælingar. Ég þakka að kærlega fyrir að koma hérna. Þakka þér fyrir Hákon. Tókaðu við og ég ætla að þakka ykkur líka því hlustuðu með andakt á þessu. Þetta er mjög gott innlegg.